markhóp, unga fólkið, eða hvernig við náum að höfða til þessa hóps. Og við erum búin að fá góða gesti til okkar í dag til að ræða þessi mál. En við fengum líka Gallup til að taka saman smá tölur fyrir okkur til að skilgreina þennan hóp. Og samkvæmt þessum tölum þá þessi hópur sem aldrinum 18 til 29 ára að 34% af þessum hópi notar Spotify daglega, 75% notar Snapchat daglega, en aðeins 15% horfir á fréttir í sjónvarpinu 4 sinnum eða oftar í viku. Það kemur líka fram að stór hluti af þessum hópi, líka 75% hikar ekki við að sækja efni sem ólöglegt á netinu, kann vel við að sækja sér mat og taka með sér heim og finnst gott að við tökum á móti fleiri flóttamönnum. En á meðan þessi hópur flettir sjaldnar blöðum þá þetta hópur sem fylgist meira með innihaldslýsingu á matvöru og tilbúin að greiða meira fyrir umhverfisvænar vörur. Sem sagt, þetta meðvitaður hópur og það erfiðara að ná til hans og við þurfum að ná til hans með óhefðbundnum hætti. En til þess að ræða þetta í dag þá erum við að fá hann Guðmund Guðnason sem stýrir rafrænni þróun hjá Icelandair sem ætlar að segja okkur frá þeirra vegferð. Og í framhaldi verða umræður þar sem Birna Ósk Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Símanum, mun segja okkur frá hvernig þau hafa verið að breyta sinni hegðun til að ná til þessa hóps. Og Atli Fannar Bjarkarsson sem ritstjóri og stofnandi Nútímans, en hann hefur vægast sagt náð góðum árangri því að setja efni fram á skemmtilegan og frumlegan hátt til að höfða til þessa markhóps. En áður en við höldum áfram þá langar við að bjóða Guðmund upp á svið. Góðan daginn, gott fólk. Guðmundur heiti ég. Ég ætla að spjalla aðeins unga fólkið og hvernig ég og við teljum að við getum reynt að ná til þeirra með eins og var orðað óhefðbundnum hætti. Og ef við hugsum unga fólkið þá var nefnt 18 til 29 ára könnun hjá Gallup. En það einhver leið sem að menn hafa tileinkað sér í að skilgreina þessar kynslóðir. Flestir kannast nú við þetta, Baby Boomers, Generation X. Og svo eru komin í Generation Y, 22 til 36. Og svo Z-kynslóðin. Og það kannski þarna á þessum slóðum sem að við erum að velta vöngum yfir, hvernig tölum við þessar kynslóðir. Og það var gaman kannski áður við höldum áfram. Fyrir hópinn í salnum, hver tilheyra Z-kynslóðin í salnum? Það er rétt hend. Já, örfáir. Og svo það Y-kynslóðin. Hverju myndi tilheyra henni samkvæmt þessari skilgreiningu? Já, ok. Það eru flestir. Svo reyndar önnur leið til þess að hugsa þetta líka að þó að aldurinn eins og þessi glerasýni segir til hvar þú eigir heima í þessari kassaskilgreiningu. Það nú sumir sem myndi segja já, ég reyndar aldurinn á mér kannski segir ekki endilega til hvernig mér líður varðandi kynslóðin. Þannig að menn geta alveg verið konur yfir 30 en líður eins og séu partur á Z-kynslóðinni. Þannig að þetta ekki alveg meitlaði stein að sjálfsögðu og margir sem eru ungir í anda eða gamla sálir, þannig að menn getur aðeins flakka hann á milli eftir því hvernig þeir eru. En ef við skoðum aðeins hvað einkennir þessa kynslóð, þennan hóp sem við erum að tala hérna, þá erum við með annars vegar Y-kynslóðan, eða millennials eins og eru stundum kallaðir. Þá það fólk sem að lærði digital, það kom inn í þennan heim og smátt lærði að kynnast digital tækni, mobile og símum og slíku. Muna alveg hvernig það var, hvernig lífið var áður en það komið farsímar. Með að Z-kynslóðin, þeir bara fættust inn í þennan heim, fengu farsíma á sama tíma og þeir fengu snuð og í rauninni bara búin að alast upp í þessum heim og þekki ekkert annað. Og það eru ákveðin blæbrigða munur á því hvernig þessar tvær kynslóðir eða þessi aldursbil nálgast tækni og nálgast miðla og hvernig hegðun þeirra í netheimum og jafnvel raunheimum. Og eitt af því sem við nefnum þarna samskipti þeirra
uppsilunarkynslóðin er vönd í að nota texta til að eiga samskipti, meðan Z-kynslóðin er meira farin að nota myndir og íkon og eitthvað slíkt. Sem ykkur hafa heyrt það var nýlega búið að gefa út, var ekki Moby Dick, sem var gefin út eingöngu með emoticons. Þannig að maður getur lesið bókina bara með íkon. Þannig að þetta er kannski til marks á nýja tíma, ég veit það ekki. En það er aðeins myndrænni nálgun þarna. Samskipti við þjónustuborð, uppsilunarkynslóðin myndi senda tölvupóst svona alla jafna og vonast til að fá svar einhvern tímann. Meðan Z-kynslóðin myndi hugsa sér kannski einhverja beinni leið, nota tvíta bara beint á fyrirtækið eða Facebook Messenger eða eitthvað slíkt. Þannig að það er svona aðeins, menn eru farin að beita tækninu öðruvísi og Z-kynslóðin er ekkert endilega að nota tölvupóst. Og þeir eru hættir að nota Facebook, margir hverjir, fyrir löngu síðan. Og það eru svona aðrir þættir sem eru svona einkennandi fyrir þennan yngsta hluta af þessum markhópi sem við erum að glíma við. Og ef við spyrjum svo þessa kynslóðir, hver er hollusta þeirra eða tryggð þeirra gagnvart vörumerkjum, að þá sjáum við það að samkvæmt þessari könnun sem ég er að sýna ykkur hérna, þá sjáum við það að uppsilon eða millennials kynslóðin, eldri hlutin af þessum markhópi, þeir eru með tryggð svona á rólinu 30% eitthvað slíkt og hérna er ég að hugsa um travel vörumerki eða svona ferðavörumerki. Og við sjáum alveg merkjanlega mun í því hvernig Z-kynslóðin er með minni tryggð gagnvart vörumerkjum. Og það sem er sérstaklega merkilegt þarna er að ef við horfum á hvernig bláa línan færist upp þarna á síðasta merkinu, eða það sem stendur none of these, en það þýðir að þeim er bara slétt saman vörumerki. Það er 30% af þeim sem tilheyra Z-kynslóðin í þessari könnun segir bara, ég er bara enga hollustu gagnvart vörumerki. Ég er bara alveg saman hvar ég vesla mína vöru. Hvernig við að glíma við þetta? Þannig þetta er svona vekur mann til umhugsunar. En það sem er svona hefðbundna nálgunin á það, hvernig getum við náð hollustu og hvernig getum við náð tryggð viðskiptavina. Og það er svona almennt viðurkennt að það er svona beintengsl milli þess að ef þú veitir góða þjónustu, þá ertu að auka tryggð hjá viðskiptavina. Ef þú veitir persónulega þjónustu, það sem að þú færð viðskiptavin til þess að líða þannig að þú þekkir hann eða veitir hverjir hans þarfir eru og þá ertu ennþá að auka tryggðina. Og þetta er svona þessi hefðbundna nálgun sem að menn hafa beitt lengi vel í bara svona hefðbundnum viðskiptum. En spurningin er hvernig heimfærum við þetta? Hvernig búum við til þessa persónulegu þjónustu og þessa persónulegu upplifun hjá viðskiptavinum þegar við erum komin í netheima, þegar við erum komin í digital viðmót. Þegar við erum farin að tala við viðskiptavinin gegnum vefinn eða gegnum app eða eitthvað slíkt. Hvernig höldum við þessari persónulegu nálgun? Það er þar sem að þetta fer að vera svona svolítið vandkvæðum bundið. Og það er þar sem að þessar nýju kynslóðir eru vanar að eiga samskipti við fyrirtæki og eru vanar að eiga viðskipti. Þannig að það er þarna sem að ég er svona að reyna að súmera inn á hvar þetta svona, þessi skemmtilega áskorun liggur. Hvernig eigum við að eiga samtal við þessar nýju kynslóðir? Og ef við setjum þetta fram svona þessa í svona einhvern endalausan hring, þá er þessi hefðbundna nálgun þannig, ef þú veitir persónulega þjónustu, þá býrðu til meiri hollustu, viðskiptavinur kemur aftur, þú veist meir hana því hann hefur komið áður, þannig að þú getur veitað ennþá persónulegri þjónustu, þannig heldur hringurinn áfram. En þessi hringur er brotnar þegar þú ert komin í netheima, þú hefur aldrei hitt viðskiptavini, þannig að menn þurfa þá að beita einhverju nálgun til þess að viðhalda þessum hring án þess að hafa nokkuð tímann hitt viðkomandi viðskiptavini í persónu. Þannig að þá setjum ég þetta fram með þessum hætti að við höldum áfram, ef við skulum segja, fyrstu kynni við viðskiptavinin, þessi nálgun, persónuleg þjónusta, býr til hollustu, býr til tryggð, repeated customer, viðskiptavinur kemur aftur
Og það þarna sem við þurfum að fara að safna upplýsingum, hvernig hegðar viðskiptavinur sér á þeim miðli sem þú ert að eiga samskipti við. Hvernig hegðar hann sér á netinu, hvernig hegðar hann sér á webnum, í appinu hjá þér, í gegnum samfélagsmiðlana. Þarna þurfum við að safna gögnum viðkomandi viðskiptavin, hverjar eru hans væntingar, og með þessi gögn þá þurfum við að smátt og smátt byggja upp þessa mynd af viðskiptavinum, hver hann er, hverjar hans væntingar eru, hvaðan hann er að koma, hvert hann er að fara, og byggt á þessari sögu getum við búið til prófíl sem við getum svo notað til þess að nálgast viðskiptavin á persónulegum nótum, hvar sem hann er staddur í viðskiptum eða samskiptum við okkur. Og það er hægt að setja fram kannski með þessum hætti líka að stundum er þetta kallað permission marketing. En þetta snýst það að þegar við byrjum að safna gögnum, þegar við viljum vita meira viðskiptavinin, hvernig hann er að fara í gegnum vefinn hjá okkur, hvernig hann er að hegða sér á netinu, þá erum við kannski farin að stíga inn fyrir þægindaramma hjá viðskiptavinum. Mörgum finnst það óþægilegt að það sé verið að safna gögnum það. Og þá er mikilvægt að spyrja leyfis, fá upplýst samþykki eins og það kalla hjá Kára og félögum. En þetta er mjög mikilvægt og vera mjög gagnsæ með það af hverju við erum að safna gögnum, hvað við ætlum að gera við gögnin og þá verður mjög auðveldra að fá gögnin. Ef viðskiptavinur upplifa það að þeir munu fá eitthvað í staðinn, þetta er ekki bara til þess að við getum sendt þeim endalaust mikið af spampósti, heldur þeir munu fá einhverju upplifun í staðinn, þeir munu njóta þess í formi bættrar þjónustu, jafnvel fá afslátt, ofta tíðum tengja menn þetta við einhvers konar tryggðarklúpa eða tryggðarkerfi og þá er mjög auðveldara að fá þessi gögn. Og þetta er líka eitthvað sem þarf að hafa í huga í þessu sambandi er að það er að koma, eins og margir þekkja, þá er að koma breytt persónuverndarlöggjöf sem við þurfum að hafa í huga og gera þetta rétt, gera þetta með samþykki viðskiptavina og veita þeim góðar upplýsingar það hvað við erum að gera við gögnin. En þegar við komum gögnin frá öllum miðlum, öllum plattformum, safna þessu saman, þá þurfum við að tengja þetta saman með réttum hætti. Við erum með eitthvað gögn í okkar innri kerfum, við erum með eitthvað gögn frá samfélagsmiðlum og hvernig við tengja þetta allt saman. Og þannig erum við komin í svona smá, getum kallað kannski tæknipartin af þessu og þannig er mikilvægt að tengja gögnin rétt saman, búið til datasett sem er aðgengilegt þá fyrir þau kerfi sem við notum í markaðssetningunni, í sölustarfsemi, í samskiptum við viðskiptavinin. Þannig að við getum tryggt það á hverjum tíma að samskiptin séu persónuleg, þó þetta sé kannski andstæður að sumu leyti, við erum farin að tala alveg í sumum tilfellum hátæknilega atriði með gagna mæning og eitthvað slíkt en til þess að búið til persónulega þjónustu. Þetta er svona ekkert, stundum er þetta ekki alveg svona, hangir þetta ekki alveg saman, en þetta tel ég að sé mjög mikilvægt til þess að við komumst á það stað að geta verið í svona átt þetta persónulega samband við viðskiptavinin. Ég kalli þetta one-to-one marketing, þannig að menn getur fengið skilaboð sem eru sniðin að viðkomandi viðskiptavinni, hvar sem hann er staddur hverju sinni. Og það var gerð könnun sem að fjallar hans þetta, hvernig getum við fengið gögn frá viðskiptavinum og hvernig getum við hvatt viðskiptavin til þess að veita okkur meiri upplýsingar. Og ef við skoðum þetta grásúlurnar þá var þetta svona global samantekt, bláa er hvernig, það er Frakkland, eða við getum talað það sem er Evrópu þá, Bandaríkin þetta græna og Kína þetta fjólbláa. Súlurnar segja að þarna lengst til vinstri í hvorum flokki fyrir sig sína þá að ef við hreinlega réttum við bara bunga af seðlum, þá eru þeir alveg tilbúin að láta okkur fá upplýsingar sig. Við getum alveg keypt þessu upplýsingar. En hversu langt eru tilbúin að ganga í því? Það er ekki allir tilbúin að fara í þá vegferð. En næsta súlan hún sýnir að almennt séð menn tilbúinir að veita upplýsingar gegn því að fá einhvers konar punkta eða fá einhverja innegn
sem þeir geta nýtt til þess að kaupa vörur og þjónustu hjá viðkomandi fyrirtæki. Og svo þriðja súlan sýnir þá að það aðeins mismunandi eftir löndum, en þarna til dæmis í Bandaríkjunum, við kíkjum á það, þá sjáum við að menn eru tilbúnir að gefa upplýsingar sig gegn því að upplifun þeirra í gegnum þá þjónustu eða gegn bókunarferli eða hvað það sem að menn að bjóða upp á, að þeir fá hraðari upplifun. Þá eru þau tilbúin að veita nánar upplýsingar. Og mér finnst þetta verið svolítið mikilvægt atriði. Þarna menn að verðleggja það að geta fengið góða upplifun á vefnum eða á móbæl eða hvar sem menn að eiga þetta samtal. Þannig að bara það að vita meira viðskiptavinin og hver hann segjum bara úr mínum heimi, ef þetta business ferðamaður sem að fara í viðskiptaferðalag. Við vitum það, hann vill fara hratt í gegnum flughöfnuna og hann vill gera bara mæta eins stuttu fyrir brottför og hægt þannig við vitum svona nokkuð að hann tilbúin að hann vill fara hratt í gegnum þetta. Þannig hann alveg tilbúin að gefa okkur upplýsingar þetta, það sem við þurfum til þess að geta búið til hraða upplifun. Þannig að þetta svona smá lærdómur í þessu. En ef við skiptum svo yfir í umræðu snjallsíma og snjalltæki eða móbæl svona eins og við slettum aðeins, að þá ætti það ekki að koma neinum á óvart að unga kynslóðin, hún alltaf með símann í höndunum og hún ger bara ráð fyrir því að geta átt sín samskipti og sín viðskipti í gegnum móbæl. En það við erum bara komin á þann stað núna, það ekkert nóg að haka í boxið. Ja, við erum komið app, þá það leyst. Þannig að við erum komin á móbæl, þannig að við erum ekki að pæla meira í því. Eða við erum með responsive vef, ok, þá það bara leyst. Þetta ekki þannig lengur. Krafan orðin þannig að ef þú ert á móbæl sem klárlega þarft að gera ef þú ætlar að eiga samskipti við þessa yngstu kynslóðir, að þá þarf upplifunin að vera, ég leið mér að segja það, frábær þó það sé nú bannorð núna. Upplifun þarf bara að vera þannig að það ekkert sem angrar menn í upplifun. Hún þarf að vera hröð, hún þarf að vera hnökralaus, þannig að þarna þurfum menn að vanda sig. Þarna þurfum menn að beita hönnun, aftur hönnun, hanna upplifunina, prófa hana og búa til einhvers konar svona, svo ég sletti aftur, feedback loop, þannig að menn mæli upplifunina, taki þá upplifun inn í hönnunina, inn í þróunina og sé stöðugt að bæta þetta viðmót þannig að það sé að uppfylla þarfir þessa kröfuharða neytendahóps. Þannig að þarna bara gríðarlega mikilvægt að gera þetta rétt. Aftur ef við kíkjum á nokkrar tölur og rannsóknir þá hérna verið að sýna fram á, eða það verið að spurja markhópinn þarna, reyndar í þessu tilfelli markhópur sem spannar kynslóðir alveg upp úr. Þetta þess að þvert á allar kynslóðir, ef við getum orðað þannig. Það var að spyrja hversu vel líður með það að nota smartsímann til þess að bóka flug. Og þarna skiptist það nokkurn veginn í tvennt. Blái segir ég bóka alltaf á móbæl, órans stundum, grái það svona öðru hvoru, svona mitt á milli, þannig að það má segja að það sé svona helmingur sem að bókar stundum upp í alltaf. Og hinir bara finnst það óþægilegt að gera það ekki af einhverjum ástæðum. En ef við skoðum þetta svo skiptum því á kynslóðirnar og horfum á munin á annars vegar markhópnum 18-35 ára sem þarna vinstra megin, þá sjáum við það að aðeins 9,7% af þeim myndu aldrei bóka á móbæl. Þannig að það allir hinir myndu annarkvort alltaf eða í einhverjum mæli nota móbæl til þess að bóka flug. Og ég nota í þessu tilfelli bóka flug, það svolítið nálægt mér, en þarna að tala það að eiga viðskipti sem svona oft á tíðum einhver verðmæti og menn svona taka svona svolítið upplýst ákvörðun, ok, ég að fara í flug eða ég að fara í ferðalag, þetta svona í margra huga svona svolítið stór ákvörðun. En hinn markhópurinn, 50 plus, að það nánast helmingurinn sem myndi aldrei nota farsíma til þess að bóka flug.
Þannig að það gríðarlega mikill munur á hegðunum mynstri á móbæl hjá þessum tveim markhópum. Þannig að þetta þróunin að fara í þessa átt að menn vilja geta nýtt móbæltækin til þess að gera nánast hvað sem Og það önnur könnun sem að sýna fram á þetta styður við þetta sem ég að segja varðandi það hönnun og upplifun og viðmót sé í lagi. Að nýleg könnun sem að Google var að birta núna bara þessu ári það sem þeir sjá fram á að það 54% af ferðamönnum sem að fara í frí sem að nota ekki móbæl vegna þess að viðmótið bara ekki í lagi. Þeir hefðu gert það ef að viðmótið var í lagi. Þannig að ástæðan sem þeir nefna fyrir því að nota ekki móbæl að viðmótið sé ekki að virka fyrir það. Og þetta fer upp í 69% fyrir viðskiptaferðamenn. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að ná þessu rétt. Og ef við ræðum svo aðeins móbæl í samhengi við hvað það á móbæl sem menn að nota. Hvað það í smartsímanum? Fara menn alltaf inn á vefinn hjá viðkomandi fyrirtæki? Eða finna menn alltaf appið til að gera það sem þeir vilja gera? Þessi þróunin svolítið í þá átt að það eru komið plattform. Það eru plattform sem að menn að nýta sér. Og margir þekkja þetta. Menn farnir að sjá Facebook Messenger sem dæmi verða meira og meira heldur en bara tæki til þess að tala mann á milli. Menn farnir að geta gert ýmsa hluti þarna. Og ég sýni nú mynd af þessu sem við höfum aðeins verið að prófa okkur áfram með hjá Icelandair að við erum með bot í tengslum við Facebook Messenger. Fyrir það sem ekki vita, bot í þessu samhengi þá svona robot eða sjálfvirk svörun sem sett þannig fram að hún á að hjálpa til við að svara viðskiptavinum með sjálfvirkum hætti og auðvelda viðskiptavinum að geta afgreitt sér sjálfur í gegnum þennan miðil. Og við erum að sjá heilmikla þróun í þessa átt, bæði í kringum gervigreind í sambandi við svona botvirkni, natural language processing eitt buzzword viðbútt sem mjög og tengist í rauninni gervigreindinni í þessu samhengi. Þetta byggir á því að geta tekið gríðarlega mikið magn af texta og í rauninni samskiptum og við getum þá kennt róbotnum hvernig á að eiga samskiptið við viðskiptavin, byggt á því hvernig maðurinn eða mannlegu samskiptin hafa verið hingað til. Þannig að það hægt að nýta þessa gervigreinda tækni til þess að ná betri árangri á hinum ýmsum miðlum. Og plattformin í þessu samhengi, þau eru svolítið að breytast og þarna aftur ef við hugsaum yngri kynslóðina að þau ekkert endilega tilbúin að ná í appið hjá þínu fyrirtæki. Þau vilja bara vera inn á YouTube eða Instagram eða Snapchat eða einhvers staðar þarna það sem að þeim líður vel og ég myndi kannski, við getum nefnt mjög skýrt dæmi þróun í þessa átt að ef við horfum til Kína að þar erum við að sjá þróun í þá átt að miðill sem heitir WeChat sem að kannski ykkur þekkja að þetta eru miklu stærri miðill heldur en Facebook Messenger. Og það eru allir inn á WeChat, unga kynslóðun og örugglega upp úr, ég þekki nú ekki alveg tölunar af því. En ef fyrirtæki ætla sér að láta taka sér alvarlega, þá þurfa þau bara að vera á WeChat. Fólk fer inn á WeChat til þess að bóka sér lestamiða, bíómiða, kaupa sér flugmiða, kaupa sér í matinn, menn eru bara inn í WeChat, svona ekosysteminu og gera allt sem þeir þurfa þar. Þannig að það kæmi mér ekki óvart að þróunin meira og meira í þessa átt. Að þessi plattform sem eru svona að stækka og þessi stóru aðilar eins og Google og Facebook og þessir aðilar, þeir eru að þróa sig í þessa átt. Þannig að þeir eru að vilja halda viðskiptunum bara inn í sínum heimi. Þannig að við þurfum að hafa það í huga. Hvernig getum við tekið þátt í þessu? Hvernig getum við verið partur af þessu plattformi? En samt vernda vörumerki okkar þar inni. Þannig að þetta svolítið tricky. Þannig að þróunin, annað dæmi sem við getum tekið í þessu að unga kynslóðin eins og við vitum vönuð að nota YouTube alveg daginn út og daginn inn og notar það í allt annað heldur en kannski bara kíkja á tónlistarmyndbönd eða eitthvað slíkt.
fyrir leikjaframleiðendur þá hef ég allavega sé mína krakka hefða sér þannig að þau eru oft meira í YouTube og horfa á einhverja aðra að leika sér í leiknum heldur en að leika sér í leiknum sjálf. Og þetta er eitthvað sem við höfum séð líka í ýmsum öðrum, ekki bara í leikjum heldur fyrir tækjaframleiðendur eða einhverju sem er að koma með einhverja nýja vörur. Ef þeim tekst að koma sér á framfæri á YouTube og ná sambandi þannig við neytendur að þá ertu í rauninu komin inn á okkar plattform sem er nýr kanall fyrir markaðssetningu, nýr kanall fyrir sölu. Það eru dæmi það aftur ef við vísum til Kína, þar hefur við séð dæmi það að menn eru að horfa á þætti, svona sjónvarpsþætti eins og við þekkjum, að þú sérð aðalpersónuna í flottum jakka, þú getur bara stoppað, smelta á jakkan og keypt hann. Beint í gegnum það að horfa á þáttinn. Þannig að þetta er svona að fara aðeins að minna þess á hvernig var þetta í bókinni hjá honum Andrasna í Lofstar, gafst keypti jakka með 3 rósum inniföldum. Ég veit ekki hvort við erum alveg að fara þangað, en þetta er svona aðeins fara að minna á þær pælingar, sko. En þarna, þessi plattform, þetta er bara, við þurfum að hafa augun opin fyrir þessu. Og aftur við vísa aðeins í hvað við erum að gera þarna, þá erum við hjá Icelandair að svona, förum að koma nýja útgáfa af þessum botta. Við lærðum heilmikið af þessari fyrstu útgáfu á honum. Lærðum heilmikið hvað virkar og hvað virkar ekki. Þannig að innan skamms munum við sjá nýja og bætta útgáfa af þessum. Annar partur sem að kannski einkennir ungu kynslóðina, það er það að fólk af þessari kynslóð, það er ekkert endilega að horfa á það sem fyrirtæki segja með sér best. Þau eru ekkert endilega að hlusta á þessa beinu hefðbundnu markaðssetningu. Heldur eru þau meira að velta fyrir sér hvað eru vinir mínir að gera? Hverju eru þeir að sér? Hvar eru þeir staddir? Hvað var vinir minn að kaupa sér? Hvers konar jakka að keypti hann sér? Af því að þau eru endalaust að skiptast á myndum, taka myndir af sjálfum sér og senda það inn á einhverja samfélagsmiðla, taka myndir af upplifun sem þau eru að fást við, taka myndir af matnum. Hefur einhver gert það? Þetta er bara tækifæri til markaðssetningar. Hvernig getum við hjálpa til við að gera þessa hegðun, gera hana bara eðlilegan part af því að kynna okkar vör. Sumir pirra sig á því, ég veit ekki, maður hefur heyrt það á veitingastæðum að það sé svona illa séð að menn séu með síman að taka mynd af matnum og eitthvað slíkt, en þá ertu í rauninni að koma í veg fyrir það að unga kynslóðin sé að markaðssetja veitingastæðum. Þannig að þarna aftur gæti þetta verið smá vandasamt, en ef við fara að hafa þetta í huga, hvernig getum við stutt við það að það sé auðvelt fyrir þá sem eru með það í huga að skiptast á myndum, sýna hvaða upplifun þeirra að fá, hver sem hún er, hjálpa til við þetta. Þá held ég við sem árangri ég ná betra sambandi við þessa kynslóð. Og eitt svona þessu tengt að þá til þess að geta tekið mynd og sérað, þá gerir fólk að ráðu fyrir því að vera tengt alltaf. Þetta er ekki lengur eitthvað sem að menn líta á sem valkost. Þú átt bara að vera tengdur alltaf. Tökum bara dæmi frá því í gærkvöldi þegar ég var heima og það voru svona framkvæmdir og ég tók ráturinn um sambandi. Það liðu 3 sekúndur, þá heyrði ég: "Pabbi, hvað er internetið? Það er farið!" Þetta eru væntingarnar í dag. Menn vilja bara vera tengdir alltaf. Þannig að ég held að það sé auðvelt að nálgast og taka þennan punkt og vinna með hann fyrir fyrirtæki sem er að taka móti þessi markhópi og hugsa bara stórmarkað. Þú kemur inn í stórmarkað og þú ert komin innst inn í verslunina, það er ekkert Wi-Fi, og þú ert komin út af 3G jafnvel. Menn eru farin að forðast að fara innst í kælinu vegna þess að þú ert ekki tengdur lengur. Það er svo auðvelt að ná þessu og það er meira sér tækifæri þarna. Bara það að setja nokkra Wi-Fi-punkta, þá getur við nýtt þá punkta til þess að greina hvernig viðskiptavinir að færa sig í búðinni eða veitingastafnum eða
hvert sem fyrirtækið er. Og í rauninni bara með lítilli fyrirhöfn fá menn til þess að sæna sig inn á Facebook eða einhvern af þessum miðlum í gegnum Wi-Fi og þannig fá aðgang. Og þar með ertu komin í beint samband við viðkomandi. Þannig að í mínum huga er það algjörlega no-brainer. Það meina ég bara að tryggja það að þessi tengingar alls þar sem þeir eru með sitt fyrirtæki inn í verslunum eða hvar sem það er. Og svona síðasti punkturinn sem ég ætla aðeins að diskutera hérna og ræðum er það að halda þessu sambandi, halda sambandi við viðskiptavinin er alveg gríðarlega mikilvægt. Og þetta er ekki bara meðan þú ert að markaðssetja vöruna eða selja hana, heldur eftir að þú ert búin að selja hana, halda sambandinu alla leið, halda viðskiptavinum upplýstum, halda honum upplýstum hver þessi vara er sem hann var að kaupa. Það getur vel verið að hann sé bara rétt að byrja, hann sé bara búin að kaupa fyrsta partina af því sem hann er kannski að fara að innrita alla íbúðinu og þó sem bara að kaupa eitt stól. Eða eins og í okkar tilfelli, við vitum það að þegar menn kaupa sér flugið, þá er flugið ekki upplifunum sem þeir eru að kaupa sér. Þeir eru að fara í frí. Þeir eru alltaf að fara í frí og þar hefst upplifunin í margra huga. Þó við sem flugfélag viljum alltaf að upplifunin meðan þú ert að fara á staðinn sé góð, þá eru menn yfirleitt ekki að fara í flug til þess að fara í flug. Menn eru að fara í flug til þess að komast á einhvern áfangastað. Það er bara nauðsynlegt að taka flugið. Það er svona, fyrir flestum er það svona fljótlegasta leiðin til þess að komast á áfangastað. Ef það er svona lengur en svona eitthvað innanlands. En þá er svo mikilvægt að vita það að þegar hann er komin á áfangastað, þá er hann eftir að taka alveg fjölmargar ákvarðanir hvað hann ætlar að gera. Og ef við getum haldið samtalinu áfram, veitt honum þjónustu sem að aftur þessi persónulega þjónusta það hvað er að finna á þessum áfangastað sem þú ert komin á. Er einhverju veitingastaðir eða er einhver tilboð í gangi eða byggt á því hver viðskiptavinurinn er, að því að við eigum einhverja sögu hann, eins og við tölum við erum búin að safna gögnum, þá hefur við geta veitt honum betri upplýsingar sem að hann finnur sem sniðnar að sínum þörfum, heldur en það sem hann myndi finna með að færi beint inn á TripAdvisor eða eitthvað slíkt sem er þessi hefðbundna hegðun. Þannig að þarna eru tækifæri líka. Ef við getum náð að halda samtalinu alla leið, þá getum við lokað hringnum og samfartan í lokinum að koma aftur og aftur og aftur. Þannig að þetta er aftur smá tölur úr Google könnuninni að þá sýna þeir að 67% ferðamanna finna fyrir meiri tryggð gagnvart flugfélagi eða gagnvart ferðaþjónustuaðila ef þeir fá upplýsingar sem hjálpa þeim til þess að gera upplifunina betri. Þannig að þetta er nokkuð hátölur og ég held að maður geti alveg haft þetta í huga varðandi þetta samtal. En svona lokum þá dró ég þetta saman í eina setningu, ég hefði bara sleppt allum hinn og glærunum, sýnt ykkur bara þessa. Og ég sem að lesa þetta fyrir ykkur gani. Master personal service on your digital touchpoints with amazing mobile user experience on any platform your customer chooses to use with active customer engagement so they will want to share their experience and come back with their friends again and again. Er þetta ekki bara málið? Og ég held að það verði áhugavert að taka spjallið aðeins og ræða þessar pælingar. Þetta er ekki alveg klippt á skori hvernig það sé best að gera þetta, en það er allavega einhverjar hugmyndir sem við getum rætt hérna. Takk fyrir þetta. Nú ætlum við að fá hérna Birnu og alla í smá umræður að lokna þessu erindi. Og ég ætla að fá að byrja kannski bara þér, Birna, og ána fyrir mig alla að svona kannski bara segja okkur aðeins kjölfara þessu, svona hvað þið hafi verið að gera, stórt fyrirtæki og svona hvernig þið hafi komið til móts við þennan hóp og hvernig kannski þið talið við þennan hóp. Já,
Það er þetta nálgast þetta út frá mörgum hliðum svo sem, en mér datt í hug meðan á þessum skemmtilegu pælingum stóð að fyrir 10 árum síðan þá kom nýr samkeppnisaðili inn á farsímamarkaðinn og með svona svolítið nýja nálgun og við höfum ekkert fundið fyrir honum síðan. Ég ætla að fá að stoppa yngsti með viðmælandinn, hann glemdi að fá mæk ég þarf að senda það út aftur. Ertu ekki með svolítið háa rödd eða? Gæti alveg talað bara svona. Heyrðu, þið ætla bara að setja þig snöggvast. Birna, þú heldur áfram? Já, ég var að reyna að segja brandara, við höfum náttúrulega ekkert fundið fyrir þessum samkeppnisaðila þetta síðan 2007. En það sem kannski hefur gerst síðan þá hjá okkur er að við höfum lært svolítið mikið á það hvernig maður á að haga sér og hvernig maður á ekki að haga sér gagnvart þessum flotta hópi sem eru þetta bara að vaksa og verða fullorðinn og fara að verða meiri tækifæri fyrir okkur, öll þessi fyrirtæki. Það sem að við gerðum kannski, og sem að mér langaði að tala þessum var að það sem að við gerðum rangt til að byrja með var að við fórum í alveg óbúslega mikla vörn og við ákváðum eiginlega að reyna einhvern veginn að halda bara okkar striki og reyna einhvern veginn að tróða unga fólkinu inn í módel sem við pausuðu ekki inn í og því að það var módelið okkar sko, og við vildum bara halda því lifandi eins lengi og við gátum sem að svona eftir áhyggja er mögulega ekki rétt nálgun og það sem að kannski við höfum lært síðan og er bara mjög dýrkeyptur og mikilvægur lærdómur margra gamalla fyrirtækja sem ætla að reyna að viðhalda sínum kúnabasa er að þetta er hópur sem að vill ekki láta gapa sig, hann vill engar stjörnumerkingar og það er eiginlega alveg sama hversu dýrt og fínt markaðsefnið er og það er alveg sama hvort þú ferð á rétta miðla eða ekki, þú verður að bjóða þeim það sem þeir vilja og það hefur tekið okkur svolítið tíma átt okkur að nákvæmlega hvað það er sem þeir vilja og hvernig við eigum að setja fram er eiginlega meira útfærsluatriði. Við erum, þetta er aðalega spurningum að vera með góða díla, leita svo til þeirra sem að þekkja og þeirra sem eru markhópurinn, fá þá til þess að vinna með okkur í því að þróa vörurnar og framsetninguna. En er þessi hópur viljur færa hans hratt á milli eins og hjá ykkur fjarskiptamarkaðnum? Já, og ótrúlega klára að finna bestu dílana. Og alveg eins og þú talaðir engin sérstök tryggð, bara hvar er besti dílinn? Sem að mér finnst mjög flott, þetta eru bara mjög upplýstir og flottir neytendur. Atli, komum kannski inn á þig, svona, hvernig þú kannski kemur miðil sem er svona óhefbundinn og nær til þessa hóps. Svona, hvað var það sem þú hafðir í huga þegar þú fórst af stað með nútímann? Já, það er bara eitthvað vinnu, sko. Nei, það var aðalega bara svona framsetningin á efninu og ég kannski svona tekið eftir að ég fór nú ekki mikla greiningavinnu heldur og spilaði þetta svolítið eftir eyranu en ég bara tekið eftir því að þessi hópur svona kann að meta svona kannski óhefnbundnari framsetningu og efni heldur en var í gangi en er kannski svona algengar í dag og svo líka bara fannst mér ég þurfa kannski bjóða upp á eitthvað sem bara enginn var að bjóða upp á eins og til dæmis mér fannst til dæmis enginn vera að útskýra fréttir fyrir þennan hóp og það er rosalega mikið af fréttum og mikið af efni á hverjum einasta degi. Það kemur upp eitthvað mál og það koma sko 30 fréttir bara frá mbl.is og Vísi og allt einhvern veginn punkturinn týnist og þess vegna fór ég að bjóða upp á bara þessar örskýringar sem að var að taka bara það sem er í gangi og reyna að segja bara í 200 orðum bara hvað snýst málið. Þannig að ef einhver spyr, þú sér einhver tala eitthvað mál, það gerist eitthvað í þjóðfélaginu að í staðinn, þú kannski hvað er í gangi? Ég fer á Vísi og þá sérðu nýjustu fréttina sem er sko bara Árni Jónsson að tjá sig málið og það er öllum drullu saman það sko og það skiptir engu máli í neinu samhengi hvað honum finnst þetta mál. En það er samt vinsælt efni, en punkturinn er týndur. Og fjölmiðlar klikka oft á því að sko, þeir halda oft að fólk sé rosalega upplýst það sem þeir eru að fjalla með því að, í nýjustu fréttinni er aldrei málið útskýrt. Það er bara það sem Árni Jónsson finnst og að halda aldrei að bara fólk viti bara nákvæmlega hvað málið snýst. En í staðinn þá langaði mig að sérstaklega fyrir þennan hóp en þennan yngri hóp að bara segja bara svona hófst þetta mál, það snýst þetta er búið að gerast
og ef fer fram sem horfir þá gerist þetta næst. Bara svona 3 einfaldar lykilspurningar og þetta efni, svona, þessar örskýringar eru svona efni sem að þetta ekki svona bomburnar, þetta ekki kettlingar í húsi í beinni útsendingu alla sólarhringinn, en þetta efni sem að flestir svona þakka mig fyrir eða óska eftir að ég svona taki, eða eitthvað gerist, þá fæ ég kannski nokkrar 10-20 beiðnir að örskýra máli vegna þess að punkturinn bara týndur eftir klukkutíma, sko. Hvað finnst þér samt svona íslensk fyrirtæki og hvernig þau eru að standa sig til að höfða til þessa hóps? Nú eru mjög mörg fyrirtæki að reyna að vera frekar ung og reyna að nota Twitter og aðra miðla. Hvernig horfir það við þér? Ég veit ekki, ok, nútíð minn býður upp á eins og bara að vinna alveg með fyrirtækjum að leita. Við getum alveg búið til myndbönd fyrir þau og við getum svona, ég sel alveg efni, bara ef það er merkt og þá er ég til að selja efni, en mér finnst einhvern veginn öll fyrirtæki flest fyrirtæki sem að tala um mig vera að leita að einhverju svona quick fix, að bara svona að þau komum bara með eitthvað eitt content á einum degi og það eigi bara að ná til unga fólksins. Bara, já, hérna getur þú búið til eitt myndband, ég þarf að ná til unga fólksins. Ok. En fyrir mér er þetta alltaf mjög mikið svona langhlaup, sko. Bara svona fyrst við erum að tala um samkeppni við þig, að þá finnst mér það sem Nóa gerði bara þegar Snapchat var ennþá skemmtilegu miðill, að þá fóru þeir að bjóða upp á efni sem var ekkert tengt Nóa inn á Snapchat og það var svona consistently skemmtilegt efni sem þeir buðu upp á bara hvort sem það var nokkuð sinnum viku eða vikulega, að þá var bara, ef þú notaði Snapchat, þá varst með Nóa snappið, fékkst bara gott content og þetta var bara heilt ár af góðu ókeypis efni sem að, já, og svo bara búm, fenguðu markaðsverðlaun. Þá svona þegar hugsuðu ekki að búa til efni einu sinni og bara svona negla þennan hóp, heldur bara vera þarna og staðsetja sig við hliðina á honum og bjóða bara alltaf upp á efnið það sem hann var að sækja það, sko. Það finnst mér svona bara góð hugsun að hugsa þetta í árum en ekki í einu myndbandi sem á bara að negla þetta, sko. En hvað segir þú, Guðmundur, er þessi hópur erfiðari hópur til að ná, flokkið þetta, hversu erfiður er þessi hópur, er eitthvað munur á kynjónum þarna á þessum aldri? Það er góð spurning, kynin, ég er nú ekki alveg viss hvort það sé einhver munur á því, en erfiðleikarnir kannski, eins og ég kom aðeins inn á, felast kannski í því að þetta er hópur sem er á öðrum miðlum heldur en við höfum kannski verið að trána okkur fram á. Og ég held að það sé mikilvægt, eins og við komum inn á með plattform og annað slíkt, að við þurfum að fara inn á, eins og Nóa gerir, fara inn á Snapchat eða YouTube eða hvar það er sem að unga fólkið vill vera. Við þurfum bara að vera það líka. Og ef við viljum eiga samtali við unga fólkið, þá þurfum við bara að átta okkur á hvar er þeirra heimavöllur og hitta þau þar. Já. Og hvaða leið á maður að fara því? Þurfum við að hafa fólk úr þessari kynslóð í starfi í markaðsdeild hjá ykkur eða? Já, það myndi ekki skemma fyrir, sko. Alveg klárt að við þurfum bara að skilja þennan hugarheim og átta okkur á því hvað er næsta, eins og allir talar meðan Snapchat var cool. Ég hélt reyndar að vera cool en það, sko. Þannig að það er greinilega komið eitthvað annað sem við þurfum bara að átta okkur á, sko. En hvað segir þú, Birna, varðandi þennan hóp? Er þetta erfiðar hópur en aðrir hópar og hvað dreifilegir og hvernig þessi rödd, hvað notið þið? Og þegar þau voru að tala um það, þá er náttúrulega lykilatriði að vera ekki fertugur og ætla að reyna að messa yfir einhverjum hópi sem maður skilur ekki. Þannig að auðvitað skiptir máli að starfsfólki sem er að vinna í hópnum sé sem næst hópnum eða í hópnum sjálf. Því að við verðum rosalega hjákvæðlega og það verður rosalega mikill rembingur í okkur ef við ætlum að reyna að gefa okkur hvað hópur sem er 20 árum yngri en við vill. Þannig að lykilatriði þarna er að treysta á þekkingu okkar fólks sem er fulltrúar þessa hóps
miklu frekar en að við förum að telja hérna upp nákvæmlega hvað miðlar þetta eru því að áður en ég hætti upptalningunni þá verða þeir orðnir úreldir og það verður eitthvað annað komið í staðinn. Og ég held að það sé svona lykilatriði og það þetta breytist hratt en enga síður þessi hópur líka víða og þú talar það þeir væru eiginlega hættir á Facebook. Já. Og svo við höfum verið við eigum alveg ágætis svona bakhjarla til dæmis í menntaskólunum sem eru svona að gefa okkur endurgjöf og þau segja okkur að sko, já það er glatað að vera á Facebook og því að amma og afi eru þar og þau fylgjast með hverju skrefið þínu og svona en þegar maður er komin til dæmis í menntaskóla þá eiginlega verður maður að vera á Facebook. Það er svo mikið af upplýsingum það er svo mikið af samskiptum það og svo framvegis þannig að þau fara og þau koma. Þannig að það er svo margt sem breytist á stuttum tíma. Nota það svolítið annan hátt. Já, en þannig að það er líka hættulegt að gefa sér nokkuð í þessu því að þetta eru náttúrulega ungir og ferskir einstaklingar sem eru fljótir að breyta og það er kannski það sem er svo spennandi við þetta. Hvað segir þú allir þessu varandi þessar dreifileiðir svona, og kannski líka þessar rödd fyrirtækisins, hvernig hún breytist eftir hvaða miðil þú ert að nota? Já, sko, mér finnst það það er svona í markaðssetningu finnst mér svona gamla leiðin sem að virkar örugglega á eiginlega alla nema fólki sem við erum að tala núna. Það er svona að fyrirtækið er einhvern veginn, minnst fyrirtækið eru svona föst í bara að þau gera markaðsefni og það er rosalega vel merkt og þú veist, þú verður að sjá hvaðan það er og svoleiðis í staðinn fyrir að sko að reyna að búa til, einmitt þess að ég var að segja á þann, að staðsetja sig bara svona með hópnum og ef við höldum áfram að tala bara samkynhneigð þeirra beggja að þess til dæmis með Nóa að þarna nú er Snapchat eins og ég sagði á hann og ég veit svo sem ekkert að hætta að vera cool eða bara ég henni ekki nota lengur að þess að það var rétt að hætta að vera cool og þá fór Nóa að bjóða upp á beinar útsendingar sem er bara svona aðalmálið á internetinu í dag og núna fyrir kosningar þá var Nóa með svona spurningar og sögu fyrir hvað var stjórnmálamenn í framboði. Þetta var ekkert merkt Nóa, þetta var ekkert stjórnmálamenninni voru ekkert með diskókúlu á höfðinu eða í sko Nóa búning. Þau voru bara að búa til efni fyrir hópinn og bjóða þeim upp á það og það er svona, og ég held að það alveg verið svolítið svona og þar með var svona kannski hópunum og frekar þakklátur sko. Og þar með, þarna tóku þau bara langt tímabil og gerðu þetta í kannski mánuð og þá, maður var farin að hugsa, já, ég ætla að fara hérna á Facebooki og Nóa að skoða þetta og þar með voru þau bara búin að staðsetja sig. Alveg svo Skúli Mogensen hún gengur rosa vel og allan að virðist þannig. Og hann strax byrjaður að sko staðsetja sig svona við hliðina á þessum hóp sem hann hefði náð til, með því að til dæmis hann er strax að tala ókeypis flug í fjölmiðlum. Og margir bara hrista hausinn yfir þessu, en svona svo hugsa maður, erum við svo langt frá því? Hann segir bara bookingsíður og bílaleigur eru bara að fara að borga fluginn. Er það ekki bara að fara að gerast? Þegar maður hugsa þessi lengra, meikar það ekki bara sens að þannig verði þetta bara. Og hann setti þetta fram í viðtali, þetta viðtal fór um allan heim og þar með staðsetti hann sig við hliðina á hópnum sem vill ekki borga fyrir neitt. Og hann er bara orðinn maðurinn sem að þau hugsa til þegar þau hugsa flug. Á sama tíma var forstjóri Icelandair að uppnefna þennan hóp og kalla kynslóðina sem er svona 103 í hvernig átt ekki að ná til hóps. Það er að uppnefna hann og hæðast að hannum og það fór í fréttir. Það var fréttin á sama tíma og Skúli sagði flug verður ókeypis, sagði Björgólfur, já, hvernig var maður ná til þess hóps. En samt vísar einmitt í grein þarna í miðli sem var í Time 2013 sem kannski var fyrir þann eldri hóp sko, til að tala þennan hóp sko, sem yngri kynslóðin hefur ekkert hugsað út í eða ekki talað þennan hóp á þennan hátt sko. En hvað segir þið? Haldið þessi erfiðari fyrir fyrirtæki sem eru búin að vera svona lengi á markaði og eru bara orðin stór og svona fyrir eldri hóp? Heldur þessi erfiðari ykkur heldur ný fyrirtæki að staðsetja ykkur hjá þessum hóp? Ég held að þessi erfiðari oft fyrir sjálfsmynd þessara fyrirtækja að fara í þennan hóp. Við erum svo upptekin af því að við erum fyrir fjölskyldur, við erum fyrir eldri hópin, við erum fyrir fyrirtæki, að við sjálf kannski hleypum okkur ekki nógu vel inn í þennan hóp og við höfum allavega rekið okkur á það að okkur finnst við vera svona rosknari heldur en þessum hópi finnst við vera. Þannig að nei, ekki ef við aðeins slökum á sjálf.
og ég meina við höfum verið með mjög mikinn sýnileika á samfélagsmiðlum í mörg ár og erum mjög stolt af því að besta þjónustan sem við veitum jafnvel bara á Facebook og Twitter og hefur verið það lengi. Þannig að þetta ekkert vandamál. Starfsmannahópurinn okkar ungur og ótrúlega flottur, en við þurfum að sjálfa brjótast út úr þeirri sjálfsmynd að ef að maður höfðar vel til fyrirtækja og fullorðina að þá getur maður ekki höfða til þeirra ungu því að það misskilningur og það kannski það sem að stoppar fyrirtækin. Frekar en að það sé ekki hægt að höfða til margra í einu og ólíkan hátt. Hvað segir þú Guðmundur um þetta? Já, ég tek nú alveg undir það sem að Björn var að segja, sko, en þetta það sem þú spyrir sko hvort það sé auðveldara fyrir ný fyrirtæki að nálgast þennan markhóp. Ég held að fyrirtæki eins og Icelandair sem fagna 80 ára afmæli á þessu ári, að það vissulega þyngra að taka hefðbundna nálgun, hefðbundna ferla sem eru innan svona fyrirtækis og breyta þeim og beina þeim einhverja nýja átt. Það erfiðara heldur en að koma nýra borðinu, bara með hreint borð og geta hannað allt og nýtt, bara án þess að hafa einhverja hefðir innandyra. Þannig að, jú, það er áskorun, en klárlega eitthvað sem bara spennandi að takast á við og það allir fullir af krafti til þess að takast á við breytta tíma og við hjá Icelandair erum í rauninni að keyra af miklum krafti í þessa átt. Og svona kannski síðasta spurningin og ef þið vilja koma ykkur framfæri en svona ef við horfum bara fram í tíman, bara 5-10 ár, hvernig mun Síminn og Fönns og Rauðina, hvernig mun fyrirtæki eiga samskipti við þennan hóp, hvernig sjáu þetta þróast? Með því að bjóða það besta sem hægt að bjóða hverju sinni í augnhæð, gagnvart viðskiptavinunum þar sem þeir vilja vera, já, og í sambandi við þá, ekki drottnandi. Sjáu þið fram og geta skila hagnaði með því að þau vilja meira og borga minna alltaf? Það eru ekki bara ungu viðskiptavinirnir sem vilja það, þannig að auðvitað finnum við út úr því. Það er bara spennandi. Atli? Já, ég sá sem veit svarið við þessar spurningu eflaust að ljúga. En já, ég veist að fyrirtæki þurfi bara að svona, hvað ég segja, að laga sig eftir aðstæðum. Ég veit ekki hvernig þetta verður eftir 10 ár, en svona bara þú þarf að passa bara að reyna ekki að sporna við, að reyna bara svolítið að spila með og Heldur verðum ennþá að nota þessa samfélagsmiðla sem við erum að nota í dag? Ég veit ekki, hvað vorum við að gera fyrir 10 árum? Við vorum á MySpace og réttu pönn sem á MySpace í dag. Ég veit það ekki, en svo vil líka taka fram að þó að sé að dissa félag með hliðina á mér að ég nota bara Icelandair út af því að það Wi-Fi og if it ain't Boeing, I ain't going. Þannig að það er svona til að ná mér, sko, þú veist það þarna. Ertu að bæta upp fyrir þetta áðan? Já, bara svona þetta með leið pínu illa, ég var eitthvað með hann í hliðina á mér, allavega, ég satt að segja, veit ekki alveg, ég alveg að glíma við í dag bara og mér finnst ég alveg þekkja þessa miðla og vera ennþá svona alveg semi-ungur að þetta erfitt í dag en eftir 10 ár, þú veist, þannig ég nánast segi bara passa þessar spurningu, sko, þetta verður eitthvað skrítið, sko. En Guðmundur, hvað segir þú? Hvernig ætlar Icelandair að keppa við ókeypisflug og svona til að ná til þessa hóps? Ég held að ég hafi svona í þessum tölum sem í þessari kynningu sem ég hafði áðan, þá gaf ég kannski einhverja vísbendingu hvernig við erum að hugsa þetta. Við ætlum að nálgast viðskiptavin á persónulegum nótum. Við ætlum að vera það sem hann og þetta gríðarlega mikilvægt í okkar stefnu. Þekkja viðskiptavinin og veita honum þá þjónustu og þá upplifun sem að hann óska eftir. Þekkja hann út frá því hvað hann að koma, hvert hann að fara og þetta bara gríðarlega mikilvægt og ég held að þetta muni sigra í þessu. Þetta snýst ekki allt það að fá allt fyrir ekki neitt. En alveg tilbúin að borga fyrir rétta upplifun og það þarf ekki að vera eitthvað rándýrt en það bara eins og við komum inn á, menn eru tilbúinir að gefa eitthvað gegn því að fá góða upplifun. Góð upplifun bara mjög mikilvæg í þessu og ég held að það sem handað við hornið, það bara gríðarlega spennandi. Það svo spennandi tíma framöndan að
talandi um MySpace, það er allir búin að gleyma því í dag, sko. Þannig að við erum að horfa 10 ár fram í tíman, eitthvað slíkt, að það er, menn eru farin að tala um fljúgandi bíla og svona, og komið með prótótýpur af því. Ég er sjálf búin að prófa að pröfukeyra sjálfkeyrandi bíl, þetta er framtíðin bara komin, sko. Þannig að við þurfum bara að taka þátt í því. Ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir að vera með okkur inn í dag og ykkur fyrir komuna og að maður nálgast svo vefinn inn á síðu Íslandsbanka. Takk fyrir fundinn.